Góða kvöldið, velkomin að Rauða borðinu. Við sitjum hérna áfram og erum að ræða áhugaverðu tíma sem við lifum, kórónufaraldurinn og kreppuna sem að henni fylgir, hvað áhrif, og erum að reyna að átta okkur á því, hvað áhrif það hefur á samfélagið og stjórnmálin, hvað áhrif það hefur á ólíka hópa og hugmyndir okkar. Og til þess að ræða þetta í kvöld eru hingað komnar stór hópur kvenna. Það Elsabet Ýr Atladóttir, Gerður G. Óskarsdóttir, Hildur Lillendal Viggósdóttir, Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Backman, María Lilja Þrastardóttir Kemp, Steinunn Rögnvaldsdóttir, Þorberga Fjölnisdóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir. Og umræðuefnið eiginlega kvennabarátta á tímum kreppu og kóróna. Og það sem við kannski langar til að byrja að velta upp að þegar svona stórar sviptingar verða í samfélaginu, þá gerist það stundum að athyglin fer á það að bara bjarga brauði í búið, allir fara í því að reyna að rífa okkur upp saman og kannski þau mál sem að færri hafa haldið upp, málefni þrengri hópa, málefni sem ekki hafa verið kannski tileygt algjörlega meginstraumnum verða eftir. En svo getur það líka verið öfugt að við sem í þeirri stöðu að þetta sé einmitt kannski tækifæri fyrir kvennahreyfinguna að ná meiri árangri. Sumt þetta tína úr svona upplifun fólks af kórónuveirunni, til dæmis fólk áttar sig á því að stóra kvennastéttir eru mjög mikilvægar og mikilvægari heldur en fámennari betur borgaðar karlastéttir til dæmis. En þetta semst opin spurning, hvað getið þið svona lagt mat á hvaða áhrif komandi kreppa sem að verður mjög djúp, Samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð voru á 18% samdrætti og ég get lofað ykkur því að ekkert okkar hefur upplifað neitt viðlíka ef það gerist, þannig að við erum þá gangin í tíma sem eru okkur óþekkjanlegir. Heldurðu að geturðu lagt mat á það hvernig svona högg og kreppa geti haft á kvennabaráttuna? Ef við má byrja á þér, Hildur? Já, það stór spurning. Ég held sko að þetta sé einmitt alveg ofsalega stór hætta sem þú nefnir að aðgerðir hins opinbera undir svona kringumstæðum fari bara, allur krafturinn fari í það að bjarga körlum og karlastéttum. Og ég man sérstaklega eftir því í bankahruninu hjá Reykjavíkurborg, hvernig það var endalaust lögð áhersla á mannaflsfrekar framkvæmdir sem ekki kröfðust rekstrarkostnaðar. Það var einhver svona mantra sem að gekk bara lengi. Og þegar að konur reyndu að minna á að þær væru til og það þyrfti líka að hugsa út í áhrifin á þeirra líf, þá var viðkvæðið svolítið svona, já, auðvitað gerum við það, við gerum það bara seinna, akkurat núna þurfum við að bjarga heiminum. Og kvennabaráttunni og þessum áherslum bara svona svolítið ýtt til hliðar. Ég held að það sé ekki hægt lengur. Ég held að þetta sé bara liðin tíð. Konur láta ekkert segja sér svona lengur. Og það sést til dæmis alveg ofboðslega vel í orðræðu flugfreyjufélagsins. Og þeim málflutningi sem þaðan kemur, hann svo glæsilegur, það svo mikill kraftur í þessum konum að konur setur hljóða á, sko. Ég held að það sé ekki hægt lengur. Við getur ekki sagt, við sem ríkisvald eða sveitarfélag ætlum að setja alla peningana í byggingaframkvæmdir. Enda sjáum við það hvað kvennastéttirnar í framlínunni eru ofboðslega mikilvægar. Við getum ekki, það eru hinar raunverulegu grunnstoðir. Við lifum ekki án þeirra. Kolbrún Birna, tónninn í flugfreyjum í samanburði við flugvirkja og flugmenn sem náttúrulega voru með miklu hærri laun, þannig að þeir eru ekki í sömu stöðu, þeir geta tekið á sig meiri lækkun heldur en flugfreyjurnar sem eru miklu lægri launum. Verkfall Eflingar sem voru fyrst og fremst konur núna í nágrannasveitarfélögum hérna í kring, 260 starfsmenn í verkfalli sem að svona hrikti svolítið í, hjúkrunarfræðingar höfnuðu samningnum sem var gerður. Er þetta merki að kvennastéttirnar séu í svona ham? Sko ég held að svona í þessum aðstöðum það eru margar af þessum kvennastéttum að verða aðeins sýnilegri heldur en þær hafa verið kannski seinustu ár. Og ég held að séum bara svona pínu að átta okkur á mikilvægi þeirra í þessu ástandi, af því að við sem samfélag erum náttúrulega ekki að fara að fúnkera ef það ekki fyrir hjúkrunarfræðinga og
og fólk á leikskólum og allt það sko, þannig að ég held einhvern veginn að bara svona þetta sýnir mikilvægt að hjálpi þeirra baráttu bara til þess að fá betri laun og betri kjör en frekar þetta ástand. En Þorbera, þú hefur verið að starfa í Öryrkjabandalaginu. Þar hópur kvenna sem eru öryrkjar sem eru kannski ekki í stöðu þeirra hópa sem við höfum verið að nefna sem eru svona hafa betri félagslega stöðu í samfélaginu og eins og hjúkrunarfræðingar og flugfreyjur. Heldurðu að þetta geti lagst ólíkt yfir á konur, hvernig kreppan leiki, að þær sem eru kannski ósýnilegastar verði áfram ósýnilegar þótt að einhverjar aðrir hópar ná í gegn með einhverjum hætti? Sko, langflestir öryrkjar fólk sem missir heilsuna annarkvæmt andlega líkamlega á miðjum aldri og það búið að vera á vinnumarkaði í áratugi. Það ekki nema 2% örorkulífeyrisþega sem með meðfæddar skerðingar. Svona sem oft svona þessi staðalmyndin af öryrkja í hugum fólks. Konur í meirihluta og það mest fjölgun örorkulífeyrisþega hjá konum yfir 50. Þannig að við þurfum alltaf að skoða betur hvað veldur en manni finnst pínlítið blasa við að þetta tengist algjörlega launamun kynjanna. Konur eru stærri hluti kvenna langskóla menntaður þarna miðað við karla. Þær eru samt konur og karlar með sams konar menntun þá eru konurnar með lægri laun. Þetta er bara staðreyndir. Rannsóknir hafa líka sýnt að konur bera hitann og þungan af heimilishaldi og barnauppeldi í meira mæli en karlar. Þannig að þessar konur sem eru að koma yfir á örorku eru bara orðnar slitnar á sál og líkama og mikið til bara eftir að við erum búin að vera í láglauna umönnunarstörfum. Þannig að það þarf að huga, samfélagi má ekki, í rauninni hefur samfélagi verið að búa til öryrkja. Og á sama tíma alltaf verið að tala og ríkisstjórnin tala mikið að það verður að fækka öryrkjum. Þannig að það þarf að líta á heildarmyndina og sjá þetta í stóra samhenginu. Þannig það þarf að passa vera meðvituð þessa stöðu og hvaða afleiðingar þetta hefur og þessi láglaunastefna gagnvart konum. Gerður, að því að 1. maí síðastliðinn þá var 50 ár síðan að þú gekkst með öðrum rauðsokkum aftast í göngun á 1. maí. Nú eru konur framanlega í verkalýðshreyfingunni. Það forseti Alþýðusambandsins kona, forseti formaður BSRB kona, formaður BHM líka og konur eru mjög afgerandi í forystu verkalýðshreyfingarinnar. Heldurðu að skiptir þetta máli eða þetta dæmi það að kannski þetta ýta konum að það komi seinna að þeim eins og hér hefur verið nefnt að þetta sé bara ekki hægt lengur að ef það á að reyna það núna þá muni það bara einfaldlega hjálpa launabaráttu kvenna að mæta þá bara alvöru andstöðu og þær muni bara ná í gegn þetta sé ekki í boði lengur. Mér finnst náttúrulega geysilega mikilvægt að sjá þessar konur þarna í forystu og bara sjá eins og nefndi hérna áðan bara dugnaðinn í flugfreyjum og líka ýmislegt sem að forseti ASÍ hefur sagt. Þannig að þetta náttúrulega gjörbreytt staða frá því var fyrir 50 árum, það ekki spurning. En samt hef ég náttúrulega áhyggjur af stöðu kvenna núna, sérstaklega, og maður sér þetta aukna ofbeldi gagnvart konum og ég alveg viss að atvinnuleysið bitnar meira á konum eins og hér hefur nefnt líka, láglaunastefnan, halda konum niðri. Þannig ég óttast þetta allt saman. En á sama tíma trúi ég að kvennabaráttan rísi, alveg eins og að því hún nefndi nú rauðsokkahreyfinguna. Hún reis 1970 þarna, ný skollin yfir okkur kreppan eftir að síldin hvarf. Þannig að kreppa kemur ekki í veg fyrir að konur rísu eða láti í sér heyra. Þannig að ég hef alveg trú á því að ég óttast ekki að hún eitthvað verði líður lokað neitt slíkt eða sem sagt rajúrin ætlaði að segja. Ég hef talað svona launamál, svona
jafnræði í launum. Annað að fyrsta sem eiginlega kom fram þegar kórónufaraldurinn kom og fólk var lokað inni og einangrun jókst að þá magnaðist upp heimilisofbeldi og nú þegar við erum að tala hérna svona möguleikan á því að rétta hlut kvennastéttar þá heyrir maður að það svona sæmileg bjartsýni það. En einhverju bjartsýni það að kórónukreppan og það sem hún hefur dregið fram ýti undir lausn á þeim vanda? Ef ég má spyrja þig, María. Ég held að lykillinn í því sem að þú sagðir dregið fram, þú veist þessi vandi hefur náttúrulega alltaf verið til og hann var dregið fram með COVID. Og það auðvitað vel að heimilisofbeldi og svo risavaxni vandi hafi loksins fengið smá áheyrn, sko, þegar fólk fór að geta sett sér loksins í spor kvennanna sem eru lokaðir heima og komist ekki út. Og svo verður auðvitað að minnast þeirra kvenna sem láta hafa lífið og núna nýverið og voru myrtar heima við á Íslandi sem erlendis bara af völdum heimilisofbeldi. Það dóu hreinlega úr heimilisofbeldi í COVID-faraldrinum sem auðvitað alveg skelfilegt. En og eins og ég segi, þá vel að fólk vakni fyrir vandamálunum og en það auðvitað ekkert nóg því að við þurfum einhvers konar risavaxi átaka með stjórnvalda og hreinlega algjöra uppstokkun í samfélaginu. En það dugir ekkert annað heldur en að uppræta svona systematískt kvenhattur og þetta eignarhald karla á konum. Sko, og annað sem að mér langar til þess að nefna þessu samhengi náttúrulega staða kynlífsverkafólks en þetta hefur aðeins verið í deilum í Bretlandi þar sem ég bý. Og saman hvað skoðum fólk kann að hafa á þeim vettfangi þá er staða þessara kvenna ofboðslega veik þessar myndir og þetta ekki viðurkennt lífsviðurværi en samt sem áður þetta undirstöðu tekjur margra heimila og margra kvenna og þar að leiðandi margra barna. Og þetta eru konur sem eru að taka miklu meiri og hættulegri sénsa núna vegna þess að það eru færri og ferli hreinlega, færri kúnar og þetta eru konur sem geta ekki sótt inn á sjóði vegna tekjutaps þannig að þær verða svolítið svona utangarðs. Og svo má ég til með að það bara að vera sammála allir þessum góðu konur sem eru samankomnar því að það alveg ljóst að lífsbaráttan eins og þú nefndir upphafi rammfemínísk og það kannski samt sem áður með öðru móti því að við erum ekki að tala við erum að tala þessa viðkvæmu hópa sem að fá kannski aðeins frekari og meiri og betri áheyrn núna heldur en áður. Við erum ekki að tala þennan FKA-feminisma sem að stórfyrirtæki geta slegið sig með smart jafnréttisvottunum og því líku. Heldur erum við að tala þessa virkilega viðkvæmu hópa sem við þurfum að hlúa að. Elsabeth, við getum bent á svona merkið þess að konur séu að berjast fyrir launum eins og flugfreyjur og hjúkrunarfræðingar og eflingar konurnar og fleira. En síðan varðandi ofbeldi, þá koma fréttir þetta og svona þetta fólk áttar sig á þessu en maður sér ekki alveg svona beint svona aðgerðir, það voru eða eitthvað svona eins afgerandi viðbrögð. Kannski sú barátta komin bara miklu skemmra á leið? Sko, baráttan varðandi sem sagt baráttan gagnvart ofbeldi, heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi og bara kynbundnu ofbeldi almennt ofboðslega svona, hún líkleg til þess að magnast á krísutímum og hún líka líkleg til þess að vera enn meira hunsuð á krísutímum vegna þess að það alltaf sagt, já en sko við erum að gera eitthvað mikilvægara núna sko. Kallarnir eru að reyna að finna út úr þessu COVID-dæmi og við verðum svolítið bara að bíða. Það náttúrulega í okkar svona á þessum tímum þar sem að við erum búnar að komi bylting eftir bylting eftir bylting þar sem að brotaþolar eru að tala hátt og skýrt það hvað þær hafa gengið í gegnum og hvað breytingar þær vilja að þá ekki beint hægt að svona bara svona í þessu, bara sópa þessu undir teppi lengur, en að sama skapi þá einmitt þessi tilfinning að það já, ok, vandinn til staðar og þau segja já, einmitt, og hvað svo? Hvað gerist svo? Þannig að ég hugsa sko,
það sem að ég upplifi rosalega mikið á þessum tímum núna að það rosalega mikið svona, við erum í einhverju svona varnar hlutverki núna. Nú erum við svolítið í því að bara verja þær breytingar sem að við höfum gert, passa að þær gangi ekki bara tilbaka, sem að við erum líklega að fara að horfa á, skilur, það verður mjög mikið ströggl að passa upp á að það verði ekki aftur bara risastór launamunur og að konur séu bara svolítið bara settar aftur inn á heimilið til þess að hugsa börnin og meðan kallinn fyrir út að vinna og eitthvað svoleiðis. Við erum svolítið svona, það rosalega auðvelt að falla aftur í þessi hlutverk þegar að samfélagið, vinnumarkaðurinn og ríkisstjórnin svolítið í því bara já, sko, konurnar redda þessu bara í bakgrunnum á meðan að kallarnir vinna vinnuna. Þannig að ég held að það sé svolítið svona bara alveg eins og á þeim vettvangi varðandi atvinnu og bara almennt samfélagið að þá erum við að horfa upp á að brotaþolar og þær sem eru að þola heimilisofbeldi ennþá núna að þær eru bara í einhverju svona varnarskel núna. Þær eru bara svolítið að lifa af. Og svara með því að nú sé ekki tími til þess að koma með kröfur. Já, það svolítið þess að svona, nei, við erum upptekin. Við getum ekki hugsað þetta núna. Og það var aldrei tími til þess að peningar áður, en núna erum við með rosa góða ástæðu, sko. Ef maður þetta ekki gleyma því að kynbundið ofbeldi heimsfaraldur. Hann bara viðvarandi heimsfaraldur sem við höfum lifað við í gegnum árhundruðin og þegar að það kemur rís upp einhver svona bylgja hvað það varðar eins og bara MeToo til dæmis eða litlu undanfarar MeToo sem áttu sér stað á Íslandi, þá viðkvæðið alltaf, jú, ok, já, vá, er þetta svona, vá, við verðum að gera eitthvað í þessu og hvað gert? Það eru skrifað minnisblöð, það tekin ákvörðun að skerpa á viðbragðsáætlunum, það sendur út einhver svona fjöldapóstur þar sem maður minnt á netfangið sem á að senda kvartanir á. Það aldrei gert neitt sem kostar peninga, ekki neitt. Þetta bara sett í einhver úrræðin voru fjármögnuð fyrir og nú bara já, einmitt, já, gott að þið bendið á þetta, takk fyrir kærlega. Við ætlum að skerpa á minnisblaðinu sem við skrifuðum einu sinni og senda eitt svona hóp tölvupóst. Fara yfir verkferla þetta oft kallað. Fara yfir verkferlana í staðinn fyrir að búa til dæmis sérstakt saksóknaraembætti eða ráðuneyti yfir ofbeldismál. Steinunn, má ég spyrja þig hvort að þú hafi verið svona sans fyrir því þegar þú ert að skoða aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem eru 3 pakkar. Ef þú ættir svona að reyna að meta það hvernig það leggjast á kynin, væri hægt að gera það? Já, það alveg hægt að gera það og bara beita til þess svona ákveðinni bara kynjari sýn og sjá, þú veist, hvaða aðgerðir verið að fara í, búið að meta sko fyrir hverja á að skapa störf, hvar þarf að gefa í og hvar hægt að draga úr. Og við sáum það til dæmis í fyrsta aðgerðapakkann sem kom frá ríkisstjórninni að þá var mikill meiri hluti af því fjármagni sem var kynnt í honum, það átti að fara í vegaframkvæmdir og byggingariðnar sem eru náttúrulega mannaflsfreku framkvæmdina sem Hildur var að tala um hérna áðan, við erum komin strax aftur í þann pakka. Og svo lagaðist eitthvað aðeins í öðrum pakka en þá sko þrátt fyrir gagnrýni að það væri ekki búið í rauninni að líta út frá þessar aðgerðir sem það væri að kynna frá kynjasjónarmiði, þá gerðu forsvarsfólki sem var að leggja þetta fram, þau rýndu félagslegu aðgerðirnar og koma ágætlega út með það, en ekki hinar, vegna þess að það einhvern veginn, ég held að fólk geti ekki erfitt að skoða eitthvað sem það sér ekki, að liggur ekki í augum uppi að það sé kynjað. Þú ferði í eitthvað sem aðeins svona kannski meira flóknara, en það þú veist, það getur alveg séð fyrir sér að greina eitthvað sem einhverju félagslegar aðgerðir. En það sem líka, en ef ég má aðeins en það sem það líka hafi í huga í þessum fyrsta pakka, ok, þá ákveðið að setja rosa mikið pening í vegaframkvæmdir og okkur svoleiðis. En af því að eins og þú sagðir í byrjun, þá erum við að fara inn í kreppu, mjög líklega, og þá í kreppu niðurskurður.
Þannig að endum við kannski á endanum með því að við erum búin að setja fullt af pening í vegaframkvæmdir og erum svo að fara að skera niður í velferðarkerfinu, þannig að hverju taka þá umönnunarpakkann sem kemur inn á heimilin, jú, það eru konur. Þannig að það er það sem að þarf að varast þarna. Þannig að það verður í samhengi í því sem að verður að gera og ég náttúrulega hræddust við að það verður það sem að verði reynt að gera og eins og ég hef engar áhyggjur og sammála Gerði varðandi hún segir að hún hafi engar áhyggjur í rauninni að því að kvennabaráttan sé eitthvað að verða, þú veist, bælt í þessu ástandi. Ég held að konur séu alveg og aðrir sem að berjast fyrir jafnrétti séu alveg til í að halda áfram, en það mun alltaf þurfa að hafa fyrir henni eins og við höfum haft hingað til og þá þarf að horfa til framtíðar því nú erum við bara í einhverju miðju augastórmsins en ég sé fram á að þessi niðurskurður, hann kemur einhvern tímann og þá þurfum við að vera undirbúin með kynjasjónarmiðin fyrir hann. En ef ég má spyrja sóttvarnirnar sjálfar, einangrunin, hvort að eitthvað í aðgerðunum hjá þeim hafi sýnt fram á það að stjórnvöld áttu sig á því að það leggst ólíkt á kynin og setur konur í hættu, heimanám barnanna og fleira ýmislegt sem að þeirra öllum er bara vísað inn á heimilin aftur að það þyrfti að vera eitthvað aðgerðir á móti til þess að vinna gegn raunverulega að magnist upp óréttlæti og ofbeldi inn á heimilum. Já, algjörlega, við erum náttúrulega búin að tala vel heimilisofbeldi og ég svo sammála öllu því sem hefur verið sagt varðandi það og mér finnst það þegar tala hvernig við ætlum að reyna að skapa sem að hafa ekki vitað þessu og miklu meiri pláss og vægi og bera rauninu pening í hendunar. Ég myndi bara vilja setja einhverja milljarða í hendunar á þurfum við kvennaaðhverfinu og hinu fólkinu sem að veit eitthvað hvað er að gera í þessu. Bara, það er bara eðlilegt. Ég meina það fóru 100 milljónir frá ríkisstjórninni í þessum held í fyrsta pakka eða öðrum til kvennaaðhverfisins varðandi byggingu en ég meina þegar við skoðum heildarupphæðin í þeim pakka sem voru 15 milljarðar, það eru 100 milljónir, það er bara ef við hugsaum þetta eins og köku þá er þetta bara eins og mylsna. Þannig að ég vil bara sjá milljarðana í höndunum á konum sem að veit hvað er að gera varðandi þennan málaflokk. En svo er það líka náttúrulega fleira heldur en þetta heimilisofbeldi eins og þú segir og kannski það sem er sérstaklega vert að hafa í huga er stuðningur foreldra fatlaðra og langveikra barna til dæmis sem að þau hafa þurft að vera innilokuð bara mjög lengi vegna þess að þeim er hver með bælt ónæmiskerfi og skólar hafa verið að loka og þjónusta verið mikið skerð og þá hafa foreldrar þurft að horfa inn á heimilin með þeim og jafnvel með tilheyrandi tekjutapi og þetta gottsið í mér segir mér að þetta séu konur fyrst og fremst og ég er mjög hissa ef að það gottsið væri rangt Svo eru líka margir örorkulífeyrisþegar sem hafa farið í svokallaða verndarsóttkví í fólk með undirliggjandi sjúkdóma og þeim er ekki tryggðar tekjur í verndarsóttkví. Þórhildur, hvernig líst þér á ástand samfélagsins og kvennabaráttunni? Þú var svona að galopna spurningu. Það er ekki gott að segja. Þetta er náttúrulega ástand þar sem getur brugðið til beggja vona. Við erum að tala um eitthvað sem við vitum ekki hvað það er, en við getum haft væntingar til og vonir. Og það sem við höldum okkur bara við innanlands og ég tek náttúrulega bara undir allt sem hér hefur verið sagt margar hliðar þessa máls. En það sem náttúrulega hefur gerst núna er það að þetta hefur vissulega dregið fram mikilvægi stétta sem að hafa verið svona léttvægar fundnar, allt of léttvægar vegna þess að þessi störf sem konur eru að sinna í umönnun og í uppeldi og menntun en þetta bara framhalda störfu sem þær hafa gegnum aldirnar unnið algjörlega launalaust og hefur nokkuð verið samkomulag það að þær geti bara gert það áfram. En núna þetta hlýtur að auka konum sjálfstraust að sjá að það hafa allir þurft að viðurkenna núna að þetta eru mikilvæg og ómissandi störf og vonandi nýtist það til að byggja upp sjálfsmynd og gera konur harðar í að berjast fyrir sínum málum og núna svo þegar verið að nefna hver kvennastéttan fætur annar hefur sýnt að hún ætlar ekki að láta traðka á sér og ætlar ekki að láta undan og halda sínu klöfu til streitu og það er alltaf mjög athyglisvert hvort að það er samhengi og ég efast ekki að það er samhengi milli þess að það eru konur sem eru aðalega núna í forystu í verkfærismálum. Ég held að það bara skiptir sköpum að hafa Sólveig og Sonju og Drífu Snædal og þessar konur sem þora að tala allar afskaplega opið og beint og eru ekki að hugsa að styggja ekki kallana sem er afskaplega hættulegt fyrir konur að styggja kalla og þar gæta þess
oft mjög að gera það ekki og ég efast ekki fyrir konur bæði á Íslandi og annars staðar, þá spurning hvaða viðspurning konur hafa fengið einmitt í þessum sýnileik og styrk sem það hafa öðlast núna, að hvort að nýta það til viðspurni til baráttu. Það svo Gerður sagði, það hefur alltaf verið einhver ástæð, það komið þegar eitthvað ástand er orðið nánast óbærilegt, þá hafa konur streymt fram, það hafa það gert aftur og aftur og ég vona að það gerir það líka núna og kannski mætir það meiri skilningi vegna þess að það alltaf víða verið að tala að svona ástand gefi okkur rúm til endurmats, til endurhugsunar. Margum hefur alltaf verið hugsað nú til umhverfismálana, það hafa alltaf sést þess og greinilega merki hvað hefur létt á álagi á umhverfinu við þessa COVID-veiru og umhverfismál eru alveg gríðarlegt kvennamál vegna þess að það hefur meiri áhrif á líf kvenna heldur en kalla vegna fátæktar og vegna stöðu þeirra bara í heiminum, landfræðilega og félagslega og maður bara óskar þess að þetta verði einmitt til þess að hefja bæði umhverfismál og kvennamál sem eru mjög samtengt til vegs og virðingar og konur hafi kraft til þess að nýta þessa kreppu en ég efast ekki að öll tilhneigingin eins og þeir eru að segja sem hefur alltaf gerst að fjárfesta í kallastörfum og hafa áhyggjur af afkomu kallana og auðvitað hafa áhyggjur af því að það bara afkoma kvenna skiptir engu minna máli núna fyrir heimili. Það ekki svo auðvelt að segja að það bara vera einn fyrirvinn og senda svo kallin í vegavinnu, það er ekki svona einfalt. Þannig að það felast í þessu tækifærin, hætturnar eru ábyggilega miklar og þetta hefur gerst aftur og aftur og maður minnist náttúrulega bara þegar í bréfaskriftum Lenins og Rosa Luxemburg þegar hann benti á nú yrðu konur að bíða, það væri verið að sinna byltingunni og svo kæmi að konum og þetta hefur alltaf verið viðkvæðið og enn. Þó að menn segir það ekki upp á, þá það innifalið í verkum og sjáum við til þess bara þessu farveitingum hvert á að beina fjármagninu. Ég var að hlusta á viðtalum daginn við konur sem vinnur við áfallahjálp hjá Landspítalanum og þau eru búin að vera að sækja eitt stöðugildi og það var þessi ríkisstjórn felldi það niður og fæst ekki til að færa það tilbaka. Það sem einmitt verið að hjálpa mörgum fórnarlömbum til þess ofbeldis og hún að tala öryggi. Ég efast ekki samhengi milli gífurlegs ofbeldis og það að konur eru miklu fjölmennari í hópi öryrkja vegna þess andlega álags sem að þær hafa borið kannski árum saman og aldrei fengið nokkra bóta og skila sér síðan í örorku. Þetta ekkert mín prívatkenning, ég veit að margir eru á þessu máli, þannig það margs að gæta en það eru hættur og sóknarfæri held ég. En að þú nefnir öryrkja, það var kannski var verið að tala ómur í ég veit ekki hvað þetta Ég ætla að reyna aftur. Að því að nefndir öryrkja, þá Þuríður Harpa náttúrulega eina af þessum forystukonum sem hafa haft afgerandi áhrif á baráttu svona síðustu missera. Maður gleymir alltaf ykkur þegar maður byrjar að telja upp. Já, heyrðu, en hérna eitt í þessu að verkefnin eru næg og andstaðan mikil. Má ég þá spyrja, hvert ástandið á kvennarhreyfingunni sem náttúrulega hreyfing sem hefur brugðið sér í allra kvikmyndaríki. Kvennarhreyfingin hefur boðið fram til þings og borgarstjórnar, hún hefur verið jaðarhreyfing, hún hefur brotnað upp í alls konar ólíkar hreyfingar sem leggja áherslu á ólíkar hluti. Hvernig metið svona stöðuna á, hvernig hefur kvennarhreyfingin það? Mér finnst þetta rosa, ekki hver og grænt að vera best fallin til að svara henni. Mér langar að fá að segja eitt þar til að byrja með, til útgangspunkt, að það sem ég hef haft áhyggjur af undanfarið, það að mér finnst kannski vera viss hætta í því og í þessu líka þversögn. Konur voru náttúrulega börðist mikið fyrir því að þú opinbera tæki upp alls konar kvennamál og svo framvegis. Núna búið að stofnanavæða kvennabaráttu mjög mikið og ég hef vissar áhyggjur af því að það drægi bæði úr konum og þar eru líka áherslunar oft miklu meira á svona prósentur í stöðum og peningum og lítið hugað að hinum menningarlega grunni sem þetta hvílir allt saman á, en þar það bara konur sem skilja og geta breytt og ég hef áhyggjur af þessi búið að taka kvennabaráttuna frá konum og setja hann inn í stofnanir og ráðuneyti. En svo vill maður líka að þau opinbera sér ábyrgð, þannig að þetta þversögn.
en umhugsunarverður. Þetta vandamál allra alþýðuhreyfinga að það vilja stofnanavæðast. Hildur, þú varst að byrja? Þetta bara viðstöðulaust vandamál allra jaðarsettra hópa og ég sá alveg bara við að horfa á Maríu Lilju og við vorum að hlusta á því og við fengum báðar gæsahúð. Yfir hverju? Yfir þessari stofnanavæðingu. Þetta er stórhættulegt og þetta getur líka dregið brottinn úr málflutningnum. Það sem ég er að hugsa sko. Og þessar endalausu hausatalningar og þetta prósent... Alltaf felast í yfirmannastöðum. Já, einmitt. Ég var bara að játa það í þennan þrönga lokaða hóp sem internetið að ég er bara allt og vinstri sinni til þess að hafa nokkuð sérstakann áhuga á því að fjölga konum í stjórnunarstöðum. Það er bara utan míns áhugasviðs. Ég hef áhyggjur af hugsunarhættunum og orðræðinu og uppeldinu og ofbeldinu. Ég hef ekki áhyggjur af hlutastjórnum bankana, en sem betur fyrir eru aðrar konur sem að nenna að setja orkuna sína í það og ég held að þessi lykilatriði ef að við ætlum að ná árangri þá held ég að kvennast samstaða sé algjört lykilatriði og þótt að ég hafi litla þolinmæði fyrir því að telja hausa í einhverjum bankastjórastólum þá er ágætt að einhver hafi þann áhuga. Að einhver sé að gera það vegna þess að við þurfum að berjast allstaðar. Baráttan er allstaðar. Það hafa öll stór skref sem hafa verið stigin hafa alltaf verið stigin í krafti samstöðu. Alltaf. Gera lítið ein og ein, það er samstaðan þegar það hafa náð að sameinast þvert á flokksbönd eða hvaða hólf það er eða dilkar þegar það hafa náð að stökkva út úr dilkonum inn í almenningin og sameinast þar, ég meina kvennafrídagurinn er dæmi og náttúrulega bara stofnun þessara kvennarhreyfingar sem voru virkilega stórar og álaukurslíkar eins og rauðsökurhreyfingin eins og kvennaristinn, allt var þetta vegna samstöðu, þvert á eitthvað sem kallarnir sögðu að myndi skilja okkur að, þá sameinuðust við þvert á þær skoðanir. Ég vil endilega fá að taka undir þetta sem að Þórhildur er að segja. Ég held að samstaðan og samvinnan skipti alveg rosalega miklu máli. Og gleyma þá öllu, þetta muna hvað sameinar konur og vera ekki að einblína á það sem sundrar. Því að það er alltaf hægt að sundra og við látum með feðraveldi og þess gildi sundra okkur allt og mikið og ganga í takt við þá í staðins að leita því sem sameinar konur. Og það er alveg nóg, því að baráttumálin eru alveg þau sömu, þó þau séu stigsmun, þá eru þau sömu í öllum heiminn. Má ég spyrja það Gerðu af því að þið svolítið að tala það sem á við margar alþýðuhreyfingar, það er stofnanavæðingin en svo líka þetta að taka stefna samstöðun og það kostar oft, það þarf að gera samstöðu, ég lefði mér að segja kannski við hægri konurnar að þá þarf að finna svolítið út, kvennaverkfalli var það kvennafrídegi og þar fram til göttunum. Gerðu þið, hafðu svolítið reynslu af þessu í upphafsárunum að einmitt að reyna að breiða út sterkari samstöðu og hélt það til enda hjá rauðsökunum eða klofnuð þær kannski út af því að það var ekki vilji til þess að fara þessa leið áfram að leita alltaf að samstöðum sem allir getur verið saman. Og á þeim tíma sem ég starfaði í rauðsökarhreyfingunni, fyrstu 5 árin, þá var samstaðan bara algjört lykilatriði og samvinnan. Og við gátum einhvern veginn leyst eða átekið ákvarðanum hvað við ætlum að gera eða leyst mál sem kom upp af því við stóðum saman. Og þegar við vorum einhvers staðar uppákomur eða fundir eða kynna okkar málstað, þá var svo mikilvægt að vera í hópi og við vorum alltaf fleiri, 2 eða fleiri saman í öllu sem við gerðum ef við komumst fram eða vorum einhvers staðar til viðtals. Og ég held að það skipti mjög miklu máli og það kendi mér sjálfri mjög mikið. Og mér finnst að vinnubrögðin sem ég lærði í þessari rauðsökarhreyfingu á sínum tíma, að vinna saman, komast að samkomulagi, ólíkir aðilar úr ólíkum áttum með ólíkan bakgrunn, að ég lærði svo mikið af því og mér finnst ég hafa nýtt mér það í mínum störfum í gegnum lífið. Ég segi sem á, fyrst ég með Kollu það er nefnilega svolítið athyglisvert af því að hún er eigum að segja fulltrúi ungu kynslóðarinnar með fullri virðingu fyrir jafnöldrum mínum þá finnst mér eins og kynslóðin hennar Kollu hafi lært
af okkar reynslu það að tefla ekki fram svona einni konu í einhverju hryllilegu oddaflugi. Af því að við María Lilja höfum báðar verið í þeim sporum og Sóley Tómasdóttir og fleiri konur að hafa brunnið út á einhverjum ógnarhraða af því að við sátum einar undir öllu álaginu. Það var enginn til að dreifa byrðunum. Þetta eitthvað sem þetta bara alveg óbóðslega bitur reynsla sem að ég sá ekki betur en að sko allar stelpurnar sem eru 10 árum yngri en ég hafi lært ofsalega vel af. Þær einhvern veginn komið bara fram með breiðum fronti og eru með alla strákana með sér í liði og einhvern veginn. Þú voru að segja okkur frá þessu, Kolbrún. Hvað lærðist? Já, auðvitað bara eins og í druslugöngunni, það erum við náttúrulega komum saman sem hópur, það aldrei einn formaður af því við vitum bara, við höfum séð það í gegnum árin að fólk bara gjörsamlega hakkað. Þú veist, það bara í kommentakerfunum og allstaðar. Og þá líka brennur fólk bara mun fyrr út og þá einhvern veginn svona, þú veist, það verður bara allt miklu erfiðara þannig að við einhvern veginn höfum alltaf séð styrkin í því að vera mörg saman í forystinni og bara standa við baki á hvert öðru og ég held líka að þetta ástand núna muni bara svona auka pínu samstöðuna og að því við erum komið með bara svona aukna virðingu fyrir fólki í kringum okkur þegar við förum eins og út í búð þá erum við ekki ofan í næsta manna því við erum svona að gefa öllum smá virðingu, smá space og ég held að þetta, þú veist, sama hvað ríkisstjórnin að fara að gera, þá held ég að samfélagið okkar hafa alveg gott af þessu ástandi að mörgu leita því við erum komið með þessa samfélagslegu ábyrgð, þú veist, við vitum að ef við heyrum konu gráta og öskra í næsta húsi og við höldum að sé eitthvað þá eigum við að hringja á lögregluna, skilur, þú veist, við erum að svona vakna meira held ég fyrir alls konar svona hlutum þar sem við þurfum að standa saman og styrkja hver aðra. Mér finnst líka svo mikilvægt að við lítum að heildarmyndina og þetta er svo mikið, við hefum svo mikið tilhneigingu til að setja fólk í hólf og það er þessu hópur og hinn hópurinn en við erum svo mikið bara, maður tilheyrir ekki bara einhverjum einum hópi. Þarna, öryrkjar ekki einhver einn hópur og bara til að nefna dæmi og við þurfum að við erum öll samtvinnuð og samfélag er það. Við erum hópur fólks og við tvinnumst saman á svo margan hátt. Við þurfum að líta á þetta þannig og mér finnst fólk of mikið velt að vera að setja í hólf og þessi hópur hinn og þetta er allt. Það er líka bara með auknu atvinnuleysi og öllu þá ertu pínu að taka niður að því fólk svona í gegnum tíðina á Íslandi hefur verið svolítið bara skilgreinað sig út frá starfi og það er bara svolítið þannig og þá er allir svona í svolítið afmörkum hólfum en síðan erum við öll auðvitað bara manneskjur og við erum bara að reyna að lifa hérna saman og reyna að gera okkar besta þannig að þú veist þetta er pínu að taka niður þessa svona veggi á milli okkar og við erum svona að verða meiri heild held ég. Mér langar aðeins að koma inn í þetta af því að Gunnar sagði áðan að þarna, mér var þá að tala um rannsóknarhreyfinguna hvort að allt fylltist út við að ná samstöðu. Það er bara mjög merkilegt að maður hugsa um það þegar konur hafa unnið á sínum eigin forsendum, þá nota þær mikið svona samráð og leggja til hliðar ýmislegt sem gæti kannski skilið þar að og þarna er nefnilega dálítið mikill lykill sko því að feðraveldið hefur gert það að dyggð að hvika ekki og skilgreina sig frá öðrum og frekar en að láta sínu það fara yfir stríð og drepa hver annan. Konur hafa náttúrulega bara á sínum heimavelli og vita það þýðir ekkert, þú verður að miðla málum og þess vegna er oft eitthvað sem er kallað miðjumóð og nú er ég ekki að tala um þetta hægri vinstri, að sko það er búið að koma óorð á það en það að ná þvert yfir alls konar ramma og girðingar er ekki endilega að gera málstæðni verri, þú ert bara að leita til fleiri sjónarmiðum og frá fleiri til liðs og hættum að vera svona óskaplega hættum að við þurfum að láta af ykkur svona hernaðarlega mikilvægu ég hef rétt fyrir mér og ég er með sannleikan í hendi mér. En er ekki akkurat það sem þú ert að segja? Það er menning í pólitíkinni sem er algjörlega óþolandi. Já, ég veit það, en þetta er menningin að aðgreina. Hún sést mjög vel á þingi, ég man að mér fannst það óþolandi þar. Óþolandi. Sko, mér langar að bæta svolítið inn í.
að því að eins og með að, þú veist, tala fyrir því að vera minna í, þú veist, að hólfa sig minna. Ég sé samt alveg, það samt alveg point í því að vera að búa sér til, við höfum þessa sameiginlegu reynslu og þar af leiðandi getum við rætt þessa reynslu og kannski komið með hana út í víðari samstöðu, skilur við. Þannig oft þetta svolítið svona balans af því einmitt að hafa víðari samstöðu en líka að geta talað inn í sínum reynsluheim við aðra sem hafa sömu reynslu. Það bara eins og með brotaþola að þú veist, þær geti tala saman og hafi eitthvað svona sameiginlegt svæði þar sem að þær geta tala saman það sem þær hafa í gegnum vegna þess að algjörlega, ég ekki lítið úr því, sko. Já, ég veit, en þetta svona meira, þú veist, þetta ákveðin balans að geta. Já, maður sá það líka svolítið vel núna eins og í bara öllu allri þessir félagslegu einangrun að að það var mjög triggerandi fyrir marga sem hefðu upplifað heimilisofbeldi og annað og þá svona, þú veist, sá maður alveg að þessi vettvangar skipta miklu máli þar sem þú finnur fyrir þessari samstöðu og veist að annað fólk eru upplifað sama og ég held að það skipti bara mjög miklu máli í, öllum þeim pakka. En ekki akkurat þetta sem þið eru að tala og Þórhildur var að byrjað á, að sko þessi samstaða kvenna ekki einmitt þess vegna svo mikilvægt að sjá konur í forystu sem víðast. Þær vinna öðruvísi og núna erum við að sjá forystumenn ríkja. Ég ætla að segja, við erum að sjá forystumenn ríkja sem að vinna öðruvísi konur heldur en kallar. Þannig að það þessi öðruvísi vinnubrögð kannski sem að... Já, ef það í þeirri stöðu að það geta viðhaft lík vinnubrögð, já. Mjög oft innan flokkakerfisins til þess að komast þangað í forystu þá þurfa þeir að aðlagast því hugmyndakerfi sem þar fyrir og kallarnir ráða og þurfa að gleyma sínum málum til að komast og það gildir mörg stjórnunarstörf og mér persónulega alveg sama hvaða kynfæri eru við bankastjóraborðið, sko. Heldur eða inn á þingi. Það verk fólks og ég hef engan áhuga að hafa konur frekar heldur við kalla nema þær gleymi því ekki að eru konur og sínu konum samstöðu og vinni fyrir konur. Já, og vinni þá eins og konum tamt að vinna saman. Hlusta á sína innri rödd. Já. Já, þetta bara með að hafa rænu á því að kalla mismunandi sjónarhorn að borðinu og hlusta og vega og meta hagsmuni heildarinnar. Mér finnst þetta með þetta 100 milljóna framlag til kvennaathvarfsins sem Steinunn talaði áðan svo merkilegt. Af 15 milljörðum þá fóru 100 milljónir í húsbyggingu á vegum kvennaathvarfsins og sama tíma það var að gerast eða stuttu eftir þá tókum við okkur til á Facebook við bara konur á Íslandi og sofnuðum meira en 4 milljónum. Bara með að skrifa status og heita okkar einn peningum á like og comments. Og 4 milljónir og 100 milljónir, hlutfallið þar á milli og síðan hlutfallið á milli 100 milljóna og 15 milljarða svolítið sláandi í þessu samhengi. Það svolítið athyglisverðast. Það líka svolítið magnað því að nú var sagt frá því í dag að ríkisstjórnin hún hyggst ætla að fara í stórt og mikið markaðsátak út á við. Það sem að 1,5 milljarði veitt til auglýsingar á því hvað Ísland ofboðslega merkilegt og örugglega framarlega í kvenréttindum af því að við höfum fengið að heyra þá tuggu ef ég mætti svo orðið komast af því að við vitum það alveg sjálfur við sem konur sem höfum búið á Íslandi að það ekkert til fullkomna jafnréttisparadís. En bara í þessu samhengi, mér langaði bara að nefna einmitt við þessar 100 milljónir sem að fara til kvennaathvarfsins sem einhvers konar svona sárabætur, ég veit ekki einu sinni, þú veist hvaða plástur það En 1,5 milljarður í að svo dyggðaskreita sig út á við í samvinnu við eitthvað breskt spillingafyrirtæki, það eiginlega algjörlega fyrir neðan allar hellur og það setur hreinlega niður forsætisráðherra sem þó kona. Og svo við komum aftur að því að það kannski skiptir ekkert endilega máli, þú veist, okkur svo sem sama hvaða kynfæri eru við stjórnvölinn, ef að svo lengi sem að okkar vegur og réttindi kvenna höfða leiðarljósi.
En líka í þessu, ég meina þessar 100 milljónir komu þarna, en á sama tíma það kvennaatkvæði ekki aðgengilegt fyrir konur með fötlun, eða fatlanir. Og mér finnst það líka bara svona mjög mikilvægur punktur í þessu öllu að þetta bara einn viðkvæmasti hópurinn í samfélaginu sem verður fyrir ótrúlega miklu ofbeldi og þær get ekki flúin eins þar, skilur, þannig að þetta alveg, við þurfum svona pínu líka að hugsa hvað eru peningarnir að fara í og hversu mikið þarf til þess að hugsa alla sem að þurfa því að halda. Já, Fatlaðar konur verða fyrir meira ofbeldi en ófatlaðar konur og fatlaðar kallar. Já. Þeir skulu ekki halda að þeir sem sitja við stjórnvölinn hugsa ekki hvert þeir ætla að láta peningana. Þeir láta peningana þangað sem þeir þykir mikilvægt. Það er ekki hugsunarleysi. Nei. Það var hérna í gangi tilraun að láta konurnar bara tala sína á milli án þess að kallinn verða að stjórna. En ég verð að grípa núna vegna þess að Steinunn var búin að biðja orðið og hún fékk það ekki, en hún hefur ekki komið í stað núna í smá tíma. Þú ætlar að koma að. Ég mér langar bara að taka undir með Kollu að þetta er óbúslega mikilvægur punktur sem að varðar aðgengi kvennaatkvæðisins. Þetta er náttúrulega óbúslega viðkvæmur hópur sem að hefur ekki aðgengi að þessu úrræði sem er kvennaatkvæðið miðað við núverandi stöðu og það er eitthvað sem að einmitt, eins og Þórhildur var að segja, það eru ákvarðanir á bakvið allar fjárveitingar og það til dæmis að reyna að gera kvennaatkvæðið aðgengilegt. Það myndi í stóra samhenginu ekki kosta mikið og það væri meira að segja mannaflsfrek framkvæmd. Það er steypa í þessu og það er alls konar, einhverju kallar að skrúfa eitthvað stöð. Ég minna að það verður bara hægt að gera þetta og það verður þá hægt að kannski umbylta lífið þótt að ekki verið nema einna konu. Það eru örugglega fleiri, þetta er óbúslega viðkvæmur hópur eins og áður kom fram. Og það er þetta einmitt sem að verður að hafa í huga þegar erum farið í einhverja uppbyggingaraðgerðir núna og svo einhverja varnaraðgerðir og þetta allt saman í bland. Það er ekki, við verðum að taka alla með. Það verður verið aðgerðir sem að eiga við alla flóruna af fólkinu í samfélaginu sem við búum í og við megum ekki skilja einhverju eftir vegna þess að það er bara ekki rétt í fyrsta lagi og öðru lagi þá eigum við eftir að sjá eftir í síðar og einn eða annan hátt. Og ég spurði svolítið stöðun á kvennahreyfingunni frá svona öðru sjónarhorni, ekki kannski út frá svona málefnum og heldur kannski ef við skoðum svona, þetta er svo risastór hreyfing og hún verður eiginlega sigra á öllum vígstöðum. Þið hafið nefnt verkalýðshreyfinguna, þar er svona vottur að kvennabaráttan sé að skila árangri og að krafan bætt kjör kvennastéttanna sé á vottunum í heildarsamtökum. Það er náttúrulega við höfum rosalega róttækar konur þar Já, og það er mjög áberandi hvað kvennahreyfingin hefur verið sterk svona í hvað við kalla stjórnmál göturnar, það sem er svona skapandi stjórnmál, það sem að utan allra stofnana, það sem að hefur risið upp alls konar byltingar og þetta benda á margt flestir þar. Það var nefnt áðan stjórnir kapítalískra fyrirtækja, þar er árangurinn sáralítill og sumir finnst það bara engu skipta kannski. Stofnanir í ríkisins, stjórnmálaflokkanir, það eru mjög langt komnir svona í því að nýtast kvennahreyfingunni. Ég veit ekki hvort einhver myndi segja að miðflokkurinn nýtist kvennahreyfingunni eða Sjálfstæðisflokkurinn eða Framsóknarflokkurinn, ég veit það ekki. Ef þið myndu kannski reyna að horfa á þetta svona til þess að... Þú veit að segja bara nei. Við þessa flokka, já. En ég færi svona yfir þetta, hvar hafið þið náð bestum árangri og hvar hafið þið eru þið bara ennþá út á götur, alls ekki hlutin eins valds, þessu kvennahreyfingin? Ég held að til dæmis í málefnum fátækra kvenna og fatlaðra kvenna, eins og við erum búin að minnast á, ég held að sé líka í erlenda konur eða konur á erlendum uppruna, flóttakonur. Og svo auðvitað transkonur og það er alveg, eins og sér, það er endalaust hægt að bæta við eigum svo langt í land þó að við séum kannski að sjá árangur á þessum sviðum sem að einmitt eru hver karlægust, sem að eru bankastjórnir og hvaðana. Þannig að það eru ansi margir hópar sem að mætti aldeilis fara að svona leggja betur í. Á svona ákveðnum bjartsýnisnótum þá langar mér samt að segja að ég held að mesta árangrinum hafi verið náð í hugarfarsbreytingu. Ég held að þessi áþreifanlegasti og merkilegasti árangur sem við sjáum núna, það er hugarfarsbreyting og það er bara unnið í grasrótinni og upp úr. Og það sýnir sig
fjölmiðla og í fjöldahreyfingum og í kraftinum á ýmiss konar samstöðufundum og við alls konar tilefni, hverjar beinu afleiðingarnar verða síðan af því út í einhverjar bara markvissar breytingar hjá hinu opinbera á síðan eftir að koma í ljós. En ég held að þetta sé það sem að undanfarin svona það bil áratugur hefur skilað akkurat núna. Það bara rosaleg hugarfarsbreyting. Hins vegar þú veist, leið maður fer að vera jákvæður, þá gleymum við því ekki að hvað það auðvelt að sofna verðinum. Ég held að bara þetta hafi legið dvala í 20 ár á eftir öskuhreyfingunni og kvennaframboðinu þá. Sko, þegar ég var unglingur þá var enginn að tala kvennabaráttu nema foreldrar mínir heima hjá mér, en ég fann ekkert fólk í kringum mig sem hafði einhvern áhuga á feminismu eins og ég hafði, bara ekkert. Ekki fyrir en ég var orðin 25 ára eða eitthvað. Sko, eitt sem ég langar að koma inn á þetta varðandi, þú veist, ég hef kannski svarað varðandi hvar hvernig baráttan þú veist, ekki að ganga upp eða gengur ekki nógu vel. Ég tek undir með því, þú veist, mér finnst mikilvægast að hún sé svona komið sterk inn þegar kemur málum fátækra kvenna og jaðarsettra hópa, transkvenna og sem hefur verið talað áður hér. Bara allt í lagi með það. Mér langar samt að segja, sko, það ákveðin svona viðhorfsvandi sem að, sko, birtist kannski ágætlega í, sko, allt öðru samhengi sem svona þessar stjórnir fyrirtækja sem búið að setja, sko, lögum þessi kynjakvóti í stjórnir fyrirtækja, en árum saman komast þau sem að það ráða upp með að bara að ganga þess gegn lögunum, að fylgja ekki lögunum. Og það engin viðurlög. Og þetta náttúrulega, þú veist, getur verið yfirfært yfir að, þú veist, mörg önnur, þú veist, atriði í samfélaginu. Við erum einhver lög sem að tryggja alls konar jafnrétti og það bara ekki farið eftir. Það engin virðing, það engin viðurlög, það bara kemst upp, sem sagt, þessir hópar með að fylgja þeim ekki eftir. Þannig að, þú veist, það ákveðið svona kannski, það virðingarleysi, það skeytingarleysi, það viðurlagaleysi og það ákveðin svona bara viðhorfsvandi gagnvart þeim konum og jafnrétti í samfélaginu sem að ég held að sé ekki bara þarna, sko, að því ég tek þetta dæmi, að því ég var að hlusta á fréttamyndabandaginn þessar stjórnir, þetta getur verið séð á öðrum, sko, levelum í samfélaginu. Þannig að, sko, það að komast upp með að bara segja jafnrétti frábært og svo bara fara í hin áttina, einhvern veginn, gera ekki, þú veist, orð og athafnir, þú veist, það ekki saman. Það komast rosalega margir upp með það í samfélaginu án þess að það sé neitt, þú veist, hægt að gera í því, ef ég má segja svo. Og það heldur kannski stóra vandamáli og það á svo mörgum lögum. Bæði þarna, þú veist, einhverju FKA-konur í stjórnum og alla leið hérna á hinn endan í samfélaginu. Þetta eins og til dæmis bara hérna með hérna örorkulífeyrinn og það allt saman, það er alveg tryggt í lögum að örorkulífeyrir eigi að fylgja launaþróun eða vísitölu neysluverðs en svo bara með fjárlögum á hverju ári þá bara þetta ekki fylgt og fyrir 2007 voru lágmarkslaun og örorkubætur á pari en núna munar 80.000 krónum. Hvað örorkubæturnar hafa dregist aftur úr og það er alveg sama hvort það er góðæri eða kreppa, það er aldrei hægt að gera neitt. Og stór hluti kvenna, ungra kvenna sem eru örorku eru einstæða mæður. Þannig að einhver atvinnu innspýting fyrir kalla gagnast náttúrulega þessum óbygginu eitt. Það er alltaf svona og bara býta fleiri öryrkja. Já, það er alltaf svona eins og að verið að tjekka ok, hversu langt getum við gengið í því að ganga á réttindi þessa hóps áður en þau rísa upp. Og auðvitað þá eru sumir hópar sem að hafa kannski get ekki verið í einhverjum brjáluðum byltingum út af bara, þú veist, þau eru veik, þú veist, þetta kannski hópur sem að hefur ekkert rosalega miklar varnir, eins og til dæmis öryrkjar eru alltaf í þessu ströggli og það samt bara aldrei hlustað vegna þess að það eru í fyrsta lagi fordómar sem eru bara ótrúlega miklu fordómar gagnvart öryrkjum sem að sjást
alveg á ótrúlegum stöðum í samfélaginu og svo einmitt þessi svona, já ok, þú veist, það svo lítil virðing borin fyrir þessum hópa, þá getum við bara svolítið svona skafað af réttindunum og séð hversu langt við getum gengið áður en þau verða brjálið. Og það tengir við í COVID aftur af því að einmitt eins og við fórum yfir áðan og þá eru konur margar hverjar á örorkubótum vegna langvarandi álags yfir ævina, yfir starfsævina hvar sem hún hefur farið fram og örorka sko kynjapólitískt mál bara algjörlega. Og kynjapólitískt og það sem að gerast núna að álagið að flytjast inn á heimilin. Það að flytjast á konur í auknum mæli. Bæði umönnun ættingja og heimaskólun og hvað það heitir. Þetta að leggjast á konur og þetta bara framleiðsla á öryrkjum. Og hvenær komum við okkur saman það sem samfélag að það veri eðlilegt að fólk sem býr við einhverjar langvarandi skerðingar skuli lepja dauðan úr skel? Af hverju það einhver konsensus það? Nákvæmlega. Það var fram eiginlega sömu spurningunni aftur með öðrum hætti því að kreppa náttúrulega magnar upp ójöfnuð í samfélaginu, það þekkt að kreppu þá eykst ójöfnuður. Og þá má langar mér að spyrja, kvennabaráttan á tímum vaxandi ójöfnuður, hún öðruvísi heldur en kvennabaráttan á tímum kannski nýfrjálshyggjunnar þegar fólk trúði því að kannski jöfnuður var ekki eins og eftirsóknarverður og kannski væri lausnin kæmi sem einhver tæknileg lausn eða efnaðsleg lausn og kæmi út frá markaðnum. Kvennabarátta á tímum vaxandi ójöfnuður, hún eitthvað öðruvísi heldur en kvennabaráttan fyrir 10 árum eða 20 árum? Ójöfnuður kallar á kvennabaráttu. Já, ég myndi nefnilega, ég sammála því að það í rauninni kannski, þú veist, þegar allir eru bara já, jafnrétti náð og nýfrjálshyggjan skilurðu, að þá erfiðar að fá fólk til þess að hlusta og sjá vandamálið. Aftur á móti þegar fólk farið að sjá vandamálið, þá orðið svolítið erfitt að halda þeim út úr baráttunni, Vel, já. Þess vegna núna jarðvegur. Já, ég held það. Bara konur nýti það? Já, það verður að nýta það. Það eru tækifæri. Samstöðuna. Já. Svo ég veit nú, ég kalla hana Churchill og segja að það má ég nú alltaf læra eitthvað af krísutímum, Já. Það verðast nú svona, en við mögum náttúrulega ekki gleyma því að þó að hlutir endurtaki sig og krísur hafi tilhengt að vera svona, þá ekki við förum ekki alltaf í sama ástand, við erum þrátt fyrir allt í spíral alltaf á leiðinni vonandi upp, eða út af því, ég veit það ekki, en við erum alveg búin að tapa þræðinum. Þú ert að segja að það alltaf framþróun, ertu ekki að meina það? Já, ég meina það, þessi hugarfarsbreyting sem að náttúrulega skiptir öllu máli, hún gerist ekki Hún týndi við tengingunni. Já, hún hvarf út, Þórhildur. Herðu, má ég ekki endið á því að Gerður, þú ert að tala svona tækifæri. Má ég spyrja þig hvaða tækifæri rauðsokkurnar sáu 1970 þegar þeir voru að stofna? Hvað var það sem að kveikti í ykkur að forma hreyfingu sem ég held að ég veist ekki það líklega áhrifaríkasta alþýðuhreyfing Íslandssögunnar, allavega á seinni hluta 20. aldar og fram á okkar tíma. Hvað var það sem að kveikti í ykkur til þess að? Ég held að það hafi verið réttlætiskennd. Einhvern veginn, það var svo sterk réttlætiskennd að bara við sáum fyrir okkur svo rosalegan ójöfnuð og konur voru komnar svo mikið út í atvinnulífið en það var einhvern veginn allt sem að vann gegn þeim. Það var ekki hægt að finna neinstaðar pláss fyrir börn í dagvistund sem nú heitir leikskóli. Það var þessi mikli launamunur. Það sáist ekki konur neinstaðar í forystu. Ég meina, það var ein á þingi og það voru 3 í 15 manna borgarstjórn. Ég meina, það var all þessi staða sem að bara ýtt okkur áfram. Og ég verð að segja eftir þessa umræðu hér að heyra þessum konum, þá ég bara mjög bjartsýn. Þetta eru mjög hressar konur sem að hér hafa komið fram og bara hlakka til að fylgjast með ykkur áfram. Já, sömuleiðis takk. En ég held að þetta sé bara, með réttlætiskenndina bara ofboðslega góður lokapunktur vegna þess að
við erum auðvitað ásakaðar það út í hið óendanlega að vera drifnar áfram af karlahatri og lesbisma og athyglisýki, standur í píkunni og ég veit ekki hvað, en það raunverulega ekkert annað en réttlætiskenndin sem drífur okkur áfram, allar. Það myndi enginn þetta að ganni. Smá sandur í píkunni vissulega. En þetta bara réttlætiskennd, það ekkert annað. 100%. Við sjáum líka bara gera þetta allt. Líka bara í þessu ástandi, það að koma svona aukin áhersla líka á bara málefni kalla eins og í Stundinni seinustu helgi þá var bara viðtal við kall sem var að upplifa heimilisofbeldi heima hjá sér af hendi konu og þessi málefni eru líka koma upp í þessu stóra samhengi því við erum einhvern veginn svona að opna fyrir þetta og hleypa þessu út í sviðsljósið einhvern veginn. Ég held að þessi ofbeldismál eru kannski ekki lengur kvennamál. Ég held að það sé kannski líka svolítið mikilvægur punktur. Svolítið bara ofbeldismál. Já. En ég held að það sé líka svolítið kvennamál. Já, svo það náttúrulega, af því að þau eru það vissulega. Það kannski að uppræta. Eins og það heyri þá engin endir á þessar umræðu og við getum haldið hérna áfram. Nei, ég geti verið marga daga með þessu. Já, kannski eigum við að pröfa það að hafa einhvern tímann 12 tíma þátt. Sólarhringsvakt, bara workshop bara nokkra daga. Það bara að halda áfram baráttunni, það ekki spurning. Ég vona að þið gerir það og sem flestir. Ég ætla að enda í þennan þátt núna. Ég hvet ykkur ef þið hefur áhuga á að búa til þátt hér á samstöðunni kvenfrelsisbaráttu, þá var það Guði velkomin og tiltölulega lítið mál. Ég hef getað haldið út í daglegum þáttum. Það er engin laun, hérna eru bara réttlætiskenndin og sannfæringin. Þetta er fjölmiðill, þetta er utan hagkerfis. Hér er engir peningar sem að skipta milli. Þannig að ef þið viljið búa til þáttum til dæmis kvennabaráttu, þá endilega bara hafið samband. En ég ætla að þakka ykkur fyrir sem að hafið leyft okkur að hlusta á samtal ykkar núna í kvöld. Elsabeth Ýr Atladóttir, Gerður G. Óskarsdóttir, Hildur Liljendan Vigfúsdóttir, Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Backman, María Lilja Þrastardóttir Kemp, Steinunn Rögnvaldsdóttir, Þorberga Fjölnisdóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir. Og hlustundur þakka ég fyrir að vera með okkur og svo sjáumst við aftur hérna á morgun með allt annan hóp að tala svipað efni, kreppuna sem að koma og breytingarnar í samfélaginu, áhrif þeirra á hugmyndir okkar og ég hveti ykkur til að með það og það verður mikið ungt fólk, reikna ég með þá. Sjáumst þá. Takk fyrir þetta.